Þetta virkilega skemmtilegt lag. Þetta Valgeir Guðjónsson, lagið heitir Hvað á maður að gera? Og þegar stórt spurt oft fátt svör, það bara þannig. En Valgeir Guðjónsson, óskabarn þjóðarinnar? Eða Eyrarbakka? Hvort það? Það spurning. Ég hef allavega ekki eignast... Þú mútt komast nær mikrofónum? Já, ég hef allavega ekki eignast mikið af fjandmönnum á Eyrarbakka. Nei, en Eyrarbakki hefur kallað á þig? Já, og ekki síður á konuna mína. Hún á kyn að rekja í húsið. Já. Sjálft. Og þar var sem sagt langafinar og amma, eða langafi, sko. Þetta er svo djúpt á því. Að þau voru fólkið svona sem setti Eyrarbakka svolítið á kortið í gegnum sitt starf í bæði menningamálum og stofnuðu elsta barnaskóla á Íslandi. Já. Ásamt öðrum. Jaha. Og voru svona miklir frumkvöðlar og þetta svona, ættin hefur svona haldið þeirra merki á lofti. Já. En að fara úr, hvað maður að segja, höfuðborginni á rólegan stað? Já, ég fór úr 101 í 820. Já. Ég hef nú ekki séð eftir því. Líkar vel? Já, þetta bara, ég hef bara búin að, það hefur, sem sagt, tók sig upp lagasmíða og textagerðar á ný, árátta mikil. Já. Ég hef búin að vera mjög, getum við sagt, duglegur að semja nýtt efni og af ýmsum toga. Hefur umhverfið áhrif á þig? Sjórinn, fuglarnir? Mikið, já. Ég var, sem sagt, sjór er svona, ég háður því að hafa sjóinn nálægt. Já. Var í sveit vestur á fjörðum. Já. Í 5 sumur og var á sjó í 2 sumur. Þannig að sjórinn hann er engu líka. Já, það er mikil orka í kringum hann. Það má segja það. Við getum sagt það. Já. En út frá þessu þá settur á laggirnar bakkastofu. Já. Er það ekki rétt? Jú, við sem sagt erum bara fólk á besta aldri sem að erum eiginlega sko dottin upp fyrir vinnumarkaðinn. Já. Af einhverjum undarlegum ástæðum. Þannig að við bara búum okkar til okkar eigin hluti. Já. Og þarna erum við sem sagt að taka á móti fólki, á móti sem kemur þá hópum. Við erum ekki með opið frá degi til dags, heldur tökum á móti fólki sem að... Já, fólk hefur samband og... Hefur samband og kemur og þannig að maður er ekki upp á þræði að bíða alltaf alla daga. Nei, en er þetta... Í hverju felst bakkastofa? Hvað er það að gera þarna nákvæmlega? Já, við erum, sko, Ásta, hún segir frá fólkinu sínu og við eigum mikið af hlutum sem að tengjast húsinu, sem koma úr gamla húsinu. Já. Meðan það var þarna á 19. öldinni. Jú. Og síðan er ég spila ég fyrir fólk og spjalla við og þetta er í rauninni bara, það er það sem gerist að það verður engin kvartað. Nei, nokkuð tíma. Ekki eins og komið þér. Nei, þetta er mjög skemmtilegt og sko, við höfum ekkert verið mikið að svona hafa okkur í frammi til dæmis hér á svæðinu en þú veist, fyrir vinnustaði og koma í lítinn rúnt og við erum að vinna með Rauða húsinu og við vinnum með húsinu líka. En er þetta eitthvað sem tengist kennslu? Einhvern tímann heyrði ég það að það væri eitthvað eitthvað örlítið? Já, við höfum, konan mín sem sagt, hún er fyrsti námsráðgjafinn á Íslandi. Já. Með þá menntun, hún var sá eini sem að þegar hún kom frá námi og við bæði reyndar vorum í Noregi að læra og hún gekk beint inn í Háskóla Íslands og sem sagt, setti þar á laggirnar þessa þjónustu sem að þá var hún alein með 1500 manns. Já. Sem að er svona 5 til 6 sinnum meira heldur en Norðurlandabúar gera ráð fyrir. Já, heldur betur. Og þannig að hún hefur gert mjög svona framsækna hluti varðandi það að hjálpa fólki að annars vera að finna hvað það vill læra og hvað það vill gera við sjálft sig í lífinu. Já.
finna sjálfan sig. Já, og síðan bara að ná betri árangri í námi. Það náttúrulega alveg ótrúlega mikið af fólki sem að margir sem þekkja það og ég einn af þeim. Já. Stundum þar bara aðeins að leiðbina. Já, veistu að maður hefði geta með lítilli fyrirhöfn geta gert þetta miklu betur. Já, algjörlega og ábyggilega margir sammála því. En það síðasti vetrardagur í dag, sumarið að fara að heilsa. Já, það sumardagur fyrst á morgun. Það frekar kalt í dag, en sumardagur fyrst á morgun. Já, hann nú klassísku svona illviðris dagur í minningu margra. Hjátrúin, góð og gild að sumar og vetur frjósi saman. Já, við skulum bara vona að þó að frjósi ekki hér allra síðst, að þá njótum við góðs af því sem að frýs annar staðar. Já, algjörlega. En Bakkastofa verður með uppákomu á morgun. Já, þetta í Rauðahúsinu. Þetta í Rauðahúsinu, já. Og það Saga Music Tribute. Já, ég sem sagt, það nefnilega það sko. Saga Music, það dagskrá sem að ég hef samið og með lögum sem öll sem sagt, snúast eitthvað sem að tengist fornbókmenntum Íslendingasögunum og Snorra Sturlusyni og ýmsu sem að hægt að sækja sér til fanga og þetta hef ég þetta á ensku þetta efni, ég ætla nú ekki að spila þetta allt en ég ætla að gefa fólki smá forsmekk af þessu hvað þetta vegna þess að hverju lagi tengist eitthvað úr sögunum já. Ég var nú að senda þér lag hérna, ég að taka þetta upp líka. Já. Og þú ætlar að spila á eftir hér lag sem sagt írskan þræl. Já. Sem rifinn upp úr sínu svona, góða heimaumhverfi á Írlandi og farið með hann til Íslands. Honum og öllum þrælum þvertum geð. Já. Og sem sagt, og það lag hetjuna sem mamma sendir í Víking til þess að meika það fyrir fjölskylduna. Þú veist, að redda pening og heiðri. Já. Þetta eru mjög heillandi, sko, þessi gamli tími og þetta þjóðfélag sem var hér, sem að náttúrulega, við vorum eina, sko, samfélagið nánast bara í svona, í hinum þekkta heimi sem þá var allavega fyrir Evrópumenn þar sem að var ekki konungur og það stóð í tæp 500 ár. Já, spáði því. Það ótrúlegt afrek. Svolítið magnað. Já, kannski voru þið 400. Já, kannski 400. En það alltaf eins og segir hérna í tilkynningunni að renna í þetta í tali og tónum og fara í gegnum söguna og þarna þú talar þetta að sé á ensku, það þá ætla ferðamönnunum? Já, ég náttúrulega þeir skilja ekki íslensku. Nú? Nei, það er svo merkilegt. Það alveg magnað. Það sem sagt... En þetta þá ætlalega til á íslensku líka? Ekki þessir textar, nei. En auðvitað tala ég á íslensku þegar ég tala á íslensku líka. Já. En þú leggur þetta upp kannski meira fyrir? Já, þetta í rauninni samið með hitt í huga, getum við sagt. Sko. Við erum til dæmis búin að fara og við höfum farið með þetta í margar ferðir borð í skemmtiferðaskip. Já. Það sem eru salir svona sem slaga í hörpuna, þá var það áhorfendafjölda. Já. Hvernig finnst ferðamönnum eða erlendu fólki að heyra þessa sögu, upplifa þetta? Það bara mjög sterk jákvæð viðbrögð. Já. Mjög sterk og af því að þetta bara svo heillandi heimur og þetta eru klassískar bókmenntir. Já. Og, þú veist, og einhvern veginn allt sem þeim tengist spennandi. Já. Ekki Ísland í dag bara yfir höfuð mjög spennandi? Ég svo virðist vera þegar fólk sem alltaf að gera, það ekki heilu sjónvarpsseríu naflan og rassin og sjálfum sér. Já. Það komið og farið að éta tómata á Suðurlandi. Já, það svolítið magnað. Það finnst mér bara býslega gott. Ég held að sé framför. Já, framför, algjörlega. En þú ætlar að vera í Rauðahúsinu á morgun klukkan 5 og þetta Þetta er bakkinn, já. Þetta er þessi yndislega hátíð þar sem að enginn þarf að borga sig inn. Nei, fólk bara mætir. Fólk bara mætir og
og ég ætla bara að spila líka eitthvað af þeim lögum sem fólk þekkir og kannski að leyfa fólki líka að heyra því að ég að undirbúa plötu á íslensku sem að og við höfum eftir að koma nánar að því og ég sæki skal ég segja þér og hef sótt mér mikil yrkisefni í Flóan og þau áhrif sem að Flóin og hans umhverfi hefur á mig, ég segi nú ekki Ölfusið fylgja ekki með nei og uppsveitirnar tengist allt saman. Þetta mjög sem sagt gefandi umhverfi fyrir mann sem að ég fæddur og uppalinn í Reykjavík og að koma sem sagt og þetta svona í fyrsta skipti sem ég hef búið í svona ég var í útlöndum reyndar og það var nú svona ekkert, það var lítill ringur sem ég umgekst svona, þú veist, skóla bræður og systur og svo Íslendingar eins og gengur en þetta þetta svo gott svæði og það svo mikið af góðu fólki Eða að fá smá hljóðdæmi fyrir hvað fólk getur heyrt á morgun? Já, það nefnilega það ég ætla nú að spila kannski hérna fyrir þig eitt íslenskt lag af því að þú svo spilaru hitt bara á upptökunni Já, algjörlega og Írska þrælinn það Írski þrællinn að þetta lag sem að ég samti fyrir einhverjum 2 eða 3 árum ég var í sveit á Galtarvita sem fyrir norðan Súgandafjörð svo fór ég á hátíð þar svona leiklistarhátíð og var með tónleika og þá var svona vor í lofti þá samti ég lag sem heitir Vor fyrir vestan og nú vor fyrir sunnan og þannig að ég ætla að leyfa fólki að heyra þetta frábært vona að þetta skili sér hérna því að þetta sem sagt þetta svona byggt á mínum æskuminningum svo var þetta lag frumflutt á Aldrei fór ég suður þar sem að Múkisson og hljónsveit spiluðu með mér hentaði mjög vel þar það var yndislegt og þeir og frændur mínir og vinir fyrir vestan voru fljótir að kveikja þessu en látum við það Vorið hér fugla flört fálmandi blóm spretta ört himinn klár hafsjórinn blár hamra til svört börnin þau bregða á leik brennur á grillinu steik að kveldin má sjá svartbak og má í síðasta leik vorið hér vertu með mér vöku stund svona country horfðu með mér á hólma og sker miðnætur mund lopi og ull lýsi skeið full og landi í bland ég leik mér að skel í skor minni vel skútað sigla í strand það vor fyrir vestan vor fyrir vestan það komið á ný það vor fyrir vestan vor fyrir vestan það komið á ný tíminn hann stendur í stað standbergið óskrifað blað spegillinn sjór spakur og rór hann spáir í það að vorið komið á ný varpfuglar kveða með gný lágfóta sér við sjónarrönd sigla gullroðin ský vorið hér vertu með mér vöku stund horfðu með mér á hólma og sker miðnætur mund lopi og ull og lýsi skeið full landi í bland ég leik mér að skel í skor minni vel skútað sigla í strand
Það vor fyrir vestan, vor fyrir vestan. Það komið, 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 komið á ný. Það vor fyrir vestan, vor fyrir vestan og sunnan. Það komið, 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 komið á ný. Það komið, 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 komið á ný. Þetta virkilega skemmtilegt. Já, skemmtilegu texti. Já, takk fyrir það. Það hefur svona byrjað að raula með. Já. Og það svona það vor fyrir sunnan. Já, algjörlega. En það koma sko stuðlarnir inn. Já. Af því að ég streitist við að stuðla. Já. Og það stundum, það svona eins og að hlaupa hindrunarhlaup. Ferðu alltaf eftir lögum og reglum í textagerð? Já, svo nei, ekki alveg. Vegna þess að sko... En sumir textar verða bara að vera... Já, en sko þessi sönglög, þau eru náttúrulega ekki sko ætluð fyrir fólk að lesa í bók. Nei. Þannig að ég er alveg til dæmis að láta hvernig og karlmaður stuðla þó að það sé H, V og K. Já. Vegna þess að þannig framburðurinn. Já. En það svona, það má aldrei láta formið bera innihaldið ofurliði. Nei, það alveg rétt. En Valgeir, áður en ég sleppi þér út. Já. Free again. Hvað hefur okkur að segja stuðmenn? Stuðmenn eru náttúrulega á sínum stað. Já, en þá? Það stuðlar líka. Jú. Við erum að fara á Djúpavog núna helgina á Hammondhátíð. Já, mér finnst alltaf spennandi. Það voða skemmtilegt. Sko. Jakob lítur að vera spenntur fyrir því. Jakob alveg yðar í skinni. Já. Þótt grannur sér. Já. Og þetta verður mikil Hammond veisla eins og þannig framkvæmt og við ætlum að segja þarna okkar sögur og ég hef nú verið að hvetja flokkinn til að koma hér og láta ljósið skína á Selfossi. Já, það og ég held að það komið í deglu og í pípur og farveg í bígerð og svona ýmis ferli og ferla. Það frábært. Já, þetta nefnilega það komið líka í ljós sko að því að hljómsveitin svona búin að spila dálítið mikið fyrir dans í gegnum tíðina. Jú. En það að spila svona og við þá bara sitjum við og segjum sögur og spila fyrir setu. Já, og spila fyrir sitjandi fólk. Já. Það bara alltaf önnur ella og samt ákveðin stemning. Já, mikil stemning og mikið af sögum sem að hérna hljómsveitin hefur náttúrulega komið sér upp. Já. Margt og mikið og skemmtilegt. Já, og þannig að það frá ýmsu að segja. Þannig að þetta mjög skemmtilegt sko, en við getum nú sagt svona hjartað slær nú í mínum bakkaverkefnum. Já, nákvæmlega. Í sagna tónlist og svo bara tónlist fyrir alveg mjög venjulega og sauðmeinlausa Íslendinga. Já, nákvæmlega. Eins og okkur hérna tvo. Já. Ósköp meinlausir og fallegir menn. Já, erum ekki flugmenn. Nei. En það bakkin.org fyrir þá sem vilja skoða dagskrána. Já, ég hvet fólk til að koma og ekki bara til að koma í Rauðahúsið og hlusta á mig. Nei, bara... Þetta veisla og það eru svo flott atriði þarna og Unni og Jón Tryggvi eiga bara svo mikinn heiður skilið fyrir að framkvæma þetta og gera þetta svona vel og gert með hjartan. Gert með hjartanum. Og það rétt fyrir mér, það kostar ekkert inn á það. Það kostar ekkert inn. Það bara allt frýtt. Það alveg ótrúlegt nú til dags. Það í einu orði sagt, það svolítið magnað. Við ætlum að enda þetta hérna á nýju lagi frá þér, sem er væntanlegt á þinni plötu eða? Já, þetta verður, ég að taka þetta, þetta verður ekki, sko, þetta eru 2 verkefni, ég að taka... Það nóg að gera hjá þér. Já, mikið að gera. En sem sagt, þessi plata, eða sem sagt, þessi lög á ensku, þau eru í sínum Saga Music pakka. Já. Og, en hin lögin eru sem sagt, það bara íslensk, við kvöllum þetta plötur, en ég veit ekki hvort að þetta endar á plötu, eða hvort ekki... Já. Þetta geti endað bara á USB. Já, ég ætla að vera að segja þetta, endað bara á USB. Já. Það er kannski bara framtíðin.
Já, það náttúrulega þannig gerast kaupin núna og Já. bara ég get nú sagt þér að Eyþór Gunnarsson, minn góði vinnur og hans hljómsveit Messoforti, þeir spila mjög víða heimsbyggðina á hverju ári og fer nú ekkert alltaf hátt það á Íslandi, en þeir eiga sko diggan hóp víða lönd í Asíu, Evrópu og fara víða. Þeir eru með alla sína tónlist í svona ýmsum stærðum og gerðum á USB-lyklum og þetta það sem þeir selja eins og allar hljómsveitir gera núna. Já. Þetta framtíð. Já, ég hef ekkert að selja nema gömul nærföt á morgun. Samt það? Já, ég veit ekki nema ég fái kannski, það verður kannski uppboð. Já. Það verður nýlunda, nærfæta uppboð á bakkanum. Það aldrei að vita. En Rauða húsið klukkan 5 á morgun. Já. Og lagið Free Again. Það írski þrællinn. Já, hann dregar liðna tíð og vill komast heim til sín aftur. Nákvæmlega. Valgeir, gaman að fá þig og gangið rosalega vel. Já, og þið eru með bakkastofuna, það nótt að sjá þetta inn á Facebook. Já, við erum með þetta, við höfum nú verið óttalega lélega að halda Facebook síðunni við. Já, það nú samt eitthvað nýtt hérna sé ég. Já, það frúin duglegri en ég sko. Já, en við þurfum, það þarf að halda þessu öllu við og sem minnir mig á það. Já, algjörlega. Eigðu góðan dag og gleðilegt sumar. Takk sömuleiðis.